Já, velkomin á Frelsi TV. Hérna, nú er atburðarásin farin í gang sem ég var búinn að spá fyrir um. Því miður er ég að reynast óþægilega sannspár og nú er það til munið að ég var að tala um það í loftinu þáttum að þessum heræfingum hérna í Noregi, þessum heræfingum sem búin að vera hérna í kringum Oslo og þar sem ég keyri heim, þar er búið að voru herftrukkar í löngum röðum með hergögn og gáma og alls konar dót, cirka 100-150 kílómetra frá Oslo og þeir keyrðu allir tómir tilbaka. Ég sá líka til þeirra koma tóma tilbaka. Og þið munið að ég var búinn að gera úttekt eða svona greiningu á því að það væri verið að undirbúa falskan fána í Noregi. Bæði pólitískar ástæður, að nú er fjármagnskerfið að fara að hrynja. Norðmenn eiga voða mikið af pappírum bara, þannig að þetta var rosalegt högg fyrir Noreg. Og norska þjóðin mun ekki bregðast vel við þjóðin er vön svo háum lífsstandard. Og því hærra sem að fólk hefur klifrað upp, þá því harðara verður höggið þegar þetta hreyrir allt saman. En þetta heyrði ég í fréttunum þegar ég var að keyra heim í dag, að nú er komin ebóla, svona smituð af ebóla. Það er kona sem er hjúkrunarfræðingur eða hún er læknir hjá Læknum án landamæra og í Sierra Leone. Og ráðið hjá þeim er að fljúga með hana beint heim til Oslo. Það er hámark heimskunnar. Það er ekki hægt að toppa það í heimsku. Og þetta er nákvæmlega sama og gerðist muniði með í Bandaríkjunum. Bara þetta er sama handrit. Þeir eru ekki einu sinni að hafa fyrir því að skrifa nýtt handrit fyrir okkur. Þetta er bara sama bull handritið og var notað í Bandaríkjunum, í Texas. Ég muna að ég krítiseraði mjög mikið þar að þar einmitt veiktist einhver svona heilsustarfsmaður, eða þetta eru náttúrulega allt saman hermenn eða herfólk. Þetta eru allt saman hernaðaraðgerðir. Læknar án landamæra er hernaðarapparat. Hefur ekkert með góðmennsku gegn mannkyn að gera neitt slíkt. Hefur bara með hernaðaráætlanir þessara sturluðu stjórnenda sem er í þessu rugli, sko. Sem ég margoft farið yfir hverjir eru, og það eru þessi bilderborgarar og NATO, Sameinuðu þjóðirnar og þessi þetta vestræna rugl allt saman. Og nú er það búin að senda 5.000 hermenn til Bandaríkjanna. Og þeir reyndu að koma, sko, þið munið að Bill Gates, sjáu hérna í Eugenics þættinu mínum. Bill Gates er búinn að tala um að það þurfi að koma bóluefnum í fólk til þess að fækka mannkyni. Þannig að þetta getur líka verið bait and switch, eða sem sagt að fólk er talið trú um þessu komin ebóla og þá fer fólk á spítalann. Það er bara, ég er með hita, ég finn öll að þessi einkenni eru bara svona svo flensueinkenni. Þá fer fólk til læknanna eða sjúkrahússins sem það treystir. Og þar er tjekkað í tölvunni hvort þú sért æskilegur eða óæskileg manneskja. Og síðan farið bóluefni eftir því. Og ef þú ert óæskileg manneskja þá farið náttúrulega baneitraðan kokteil sem að steindreipa þig. Og ég var búinn að fara yfir þessi ebólumál, þið getið séð þættina mína á undan. Ég var búinn að fara yfir einkaleyfið sem Bandaríkjamenn eru með á ebólunni. Talaði um það á Útvarpi Sögu í dag, þar sem ég var nú að raskilla háskólasamfélagið eina ferðina. Getið séð þáttinn á heimasíðu Útvarpi Sögu.
Og bara kútos til Jóa og Markusar að þora alltaf að hringja í mig. Þeir eru frábæri gaurar. Harmageddon eru svolítið hugleysir, þeir þora ekki að hringja. Kannski ég hringi núna, man ég sé kjark, af því að þeir hringdu reyndar þegar ég var búinn að spá því að yrði falskur fáni í Úkraínu, þá hringdu þeir í mig. Og þetta sem er að gerast í Noregi núna er nákvæmlega falski fáninn sem ég var búinn að spá fyrir um. Þetta er nánast, og við fyllir öll þau skilyrði sem ég setti fyrir falsku fána, og svo muniði hver var að taka við NATO fyrir bara nokkrum dögum eða vikum. Og þannig að þetta hefur öll einkenni falsks fána. Þetta er, það á að fara að drepa okkur hérna á Vesturlöndum. Eða hugsanlega er þetta bara til að drepa innflytjendur, við veit það ekki hvernig. En þetta allavega, það er stefnt á það að drepa fullt af fólki hérna á Vesturlöndum. Og þetta er bara allt saman leikrit hérna, stýrt af hermála yfirvöldum. Þetta er nákvæmlega sama var sagt í Bandaríkjunum. Lítil hætta á að fólk smitist. Sko, Ebola hefur 21 dag í meðgöngu. Og þú gengur 21 dag án nokkurra einkenna. Og haldaði fram þessi lítil hætta að þú smitist af ebólu. Hvað er menn að meina? Akkur þetta, hérna er sjá, NRK síðan hérna. Það er bara, þungudagur, allt bara kall út alla, bara sterkir prósítjurar. Samt er enginn að segja ykkur frá því að það er búið að byggja upp hernaðarstöðunar hérna allt í kringum Osló, sko. Það er allt tilbúið í þessa aðgerð. Og eins og ég sagði á útvarpi Sögu í dag, það er fyrst allt saman hernaðarapparatið byggt upp og svo koma menn alveg bara, allt í einu komin ebola. Hvað gerðist? Surprise, surprise. En alveg bara, það passar inn í strategíuna, sko. Þannig að þetta er hernaðaraðgerð. Og hérna er RÚV mellan náttúrulega bara með, þeir munu ekki tala við mig, gleymið því. Hérna eru þeir að falla, RÚV að fjalla um þetta, flogið með norskan ebólusjúkling heim. Reyndar virðist vera Íslendingar, segja, sko, þú þarft samstarfsmenn í Noregi til þess að framkvæma þetta, þú getur ekki gert þetta án samstarfi heimastjórnarinnar. Og samkvæmt því þá ætti í raun Danmörk að vera næst af Norðurlöndunum, því að Danmörk er á kafi í þessu drullumalli líka. Og jafnvel Svíþjóð, ég veit ekki með Svíþjóð, sko. Samkvæmt upplýsingum sóttvarnalækni. Það breytir engu fyrir Íslendinga þótt að vera sem kom til Norðurlanda. Því sífellt sé verið að vinna í þessum málum og bæta viðbragðsáætlanir hér á landi. Það verður þó fróðlegt að sjá hvað, það er bara að vera að ljúga ykkur. Það er bara, þetta eru lygar og þetta er bara kjaftæði. Þetta er hernaðaraðgerð. Þetta er undirbúið. Hérna er vaksínið, sjáðu þið. Þetta er bara alveg eftir bókinni sem verður að spila þetta. Og að því þetta er nákvæmlega eftir bókinni, þá er hægt að sjá þetta fyrir. Og Reuters, þið vitið hver á það, Rothschild á Reuters. Og þannig að þetta er bara, það er bara að ganga eftir sem ég sagði. Og svo er búið að koma fullt af íslam, eða svona militants, það er mjög mikið af þeim í Svíþjóð væntanlega, sem að munu þá væntanlega fara að láta á sig bæra í þeim löndum. Og sko, ég krítiseraði háskólasamfélagi mjög mikið í dag, því þetta er ekki hægt án þess að sauðirnir í háskólasamfélaginu séu með. Þeir eru í öllum stjórnundarstöðum og þeir eru allir búin að fara í gegnum ákveðin heilaþvott í háskólanum.
og það er búið að skipta þeim svo mikið upp í deildir að þeir ná ekki að hugsa heila hugsun og ekki taka því þannig að ég hati eitthvað fólk í háskólanum eða slíkt, ég er bara að greina frá ástandi og hugarástandi fólks. Sko í háskólanum eru tvær tegundir af fólki. Það er fólk sem er í reglunum, sem er að stýra þessu, fólk sem er í plottinu og svo eru hinir sem eru nýtsamir fávitar, useful idiots. Og ef að þú ert ekki með í reglunni, þið eru ekki búið á reglufundi, þá veistu í hvorum hópnum þú ert. Og þú hefur þekkingu, nú er ég að tala við ykkur háskólafólk, læknafólk, hjúkrunarfólk, alls staðar í stjórnkerfinu, þið fólk og líka Íslendingar í Noregi og alls staðar. Þið sem eru með þekkinguna, ef þið eru ekki með í reglunni, þá eru þið nytsamir fávitar. Og ef þið farið ekki að koma fram með þá þekkingu sem þið hafið, þá eru þið til viðbótar huglausir aumingjar. Og þetta mun bitna á ykkur líka og fjölskyldum ykkar. Þetta lið sem er þá í reglunum, þið vitið að sjálf hverjir það eru, þeir sem eru að standa í, þeir sem eru innstu koppar í búri með þetta allt saman, þeir sem mæta á Bilderberg-fundi og eru í þessu plotti alveg út í gegn. Þeir bera engan kærleika til ykkar, sko, ykkar fjölskyldna, þeim er skítsama þótt að þetta kosti mörg líf í þinni fjölskyldu, eða okkar fjölskyldu, eða bara öllum. Og þannig að þetta er mjög alvarlegt mál ef að þið eruð að láta leiða ykkur eins og ef að þið eru heilsugæslufólk og ykkur er falið það að sprauta einhverjum bóluefnum í fólk eða einhverjum efnum sem þið vitið ekki nákvæmlega hvað það er, þá eru þið mjög samsek í þessu öllu saman. Því að sá sem að tekur upp sprautuna og þrýstir á þannig að það fer efni inn í aðra manneskju, hún ber ábyrgð á því sem gerist fyrir manneskjunni. Ef hún deyr eða veikist, þá berið þið ábyrgð. Það er ekkert flóknara en það. Og ég er líka að tala um þetta því að þið sjálf eruð í stór hættu. Og eins og þið vitið þá vill ég að enginn tapi lífinu og ég vill að allir séu hamingjusamir og ég stend með lífinu. Og eins og hefur verið að gerast í Afríku og í Indlandi og víðar og Pakistan, þar sem að fólk hefur séð náttúrulega, þar voru Bill og Melinda Gates að gefa fullt af bóluefnum. Svo fór fólk að sjá það að börnin sem fengu bóluefnin, þau bara lömuðust nokkrum vikum seinna. Og þú þarft ekkert að vera einhver geimvísindamaður til þess að fatta samhengið á milli þess. Þetta er bara, þú veist, eins og þau rekur tánna í hurð og farið verk, þá veistu af hverju það er og þú þarft enga lækni, ég komur alltaf með svo mikið verk inn í tánna. Það er ekki að tala um það við neitt, þú sérð alveg samhengi sjálfur í því, eða sjálf. Og sama sér fólk bara, það sér þarna í Afríku, það bara koma alls konar svona rannsóknarbúðir og allt er bara komið fullt af einhver svona liði undir því yfirskini að sé að rannsaka eitthvað, að þróa eitthvað, að gera eitthvað, svo bara kemur ebóla og drepast þúsundir manna á nákvæmlega sama stað og ekki á einu stað, heldur mörgum stöðum. Og meira að segja þegar þessir hjálpar hórur storma inn í þorpin, þá mætaði fólki með vopn, reynda bara grjóthnullunga og kústsköft eða hvernig, og fólk bara hrekur þessa vitleysinga úr þorpunum. Þessna voru þeir senda fyrst 3.000 termin og nú eru þeir komnir í 5.000 termin sem eru að senda þetta niður eftir, af því það verða það er verið að drepa fólk líka bara af því að það vill ekki vera með, sko, eða ganga undir einhverjar bólusetningar, eða það vill ekki þetta, það vill ekki hitt, þá er það bara drepið. Og í þessum stöðum sem þetta eru komið upp, þá er fólk elt upp allar sveitur og bara hóa saman í einhver
einhver gettó og jafnvel með heilbrigt fólk með sjúku fólki og svo er þetta náttúrulega ekkert, jafnvel ekkert ebóla, þetta er bara yfirskin. Þetta er bara einhvers konar eitur, þetta er bara eitur vopna árás. Og að því að þessi gefi nafnið hérna ebóla, það bara, já, þetta er svona vírus, já, ok. Þetta er elsta trikk í heimi, sko. Eins og þegar hérna, þeir gáfu hérna Indíánunum teppi að þeim var svo kalt og þeir smituðu allt með lömunarveiki á henni gáfu þeim teppi. Þetta er elstu trikkin í bókinni, sko. Og hérna, þannig að it's on now. Og ef að þú ert að hlusta á mig, þá ert þú í andspyrnuhreyfingunni. Þeir sem eru að horfa á mig eru nú held ég flestir í andspyrnuhreyfingunni. Að núna er þetta í gangi. Þetta er byrjað núna. Og hérna, eins og segi, ég er ekki með þessar útsendingar til að hræða fólk eða ég er að upplýsa ykkur til þess að þið getið undirbúið ykkur tilfinningarlega og verið jafnvægi til að takast á við það sem kemur. Og það getur verið sko bara ein ákvörðun er á milli lífs og dauða sko. Eins og það var hérna lyftugöng sem brunnu. Það kom eldur í svona skíðalyftu sem fór inn í göng svo upp í húsið. Það fór svona löng víralyfta og svo í restina var eitthvað svona göng sem það fór upp í til þess að fara upp í skíðaskáluna. Ég sá heimildamyndum þetta eftir á svona, þá var fólkið í þessum vagni sem var að keyra þarna upp, það stoppaði náttúrulega vagnin og það var eldur, þannig að fólkið þurfti að velja að fara upp eða fara niður. Og þeir sem fóru niður, þeir lifðu allir af og þau sögðu sko það var gríðarlega mikið rifrildi á milli fólks hvort það ætti að fara upp eða fara niður. Og síðan valdi fólk bara, stærsti hópurinn fór upp og minnsti hópurinn fór niður. Þú veist, ef þú ert með rör og eld í röri, þá kemur trekkurinn upp. Þannig að þeir sem voru niðri lentu bara í smá trekk og reyk, en þeir sem fóru upp lentu bara í svona konsentrerðum eldi og náttúrulega dóu öll. Þannig að ég er að upplýsa til þess að, eins og núna vitið, ef þið lendið í svona eldi í göngum og það snýr upp, þá vitið það fara niður, ekki upp. Þar ég er ekki að hræða ykkur með því að fara aldrei í skíðalyftu eða gera neitt slíkt, ég bara bendi ykkur á einföld atriði. Og það er mjög mikilvægt til dæmis núna að vita að þetta er hernaðaraðgerð. Það er gríðarlega mikilvægt. Og hérna, það til dæmis segir hverjum má treysta og hverjum ekki. Og ég sé reyndar ekki að íslensk stjórnvöld séu undirseld þessu. Það þýðir þá að Ísland getur orðið fyrir einhvers konar annars konar árás. En Ísland er náttúrulega svo lítið að það skiptir eiginlega engu máli kannski. En hérna, þetta er allt saman að fara úr böndum. Við megum búast við því bara einn morguninn þegar við ætlum að tékka á stöðunni á heimabankanum okkar. Þá er bara ekkert þar. Við megum búast við lokunum á internetinu. Og ég er búinn að ég er frelsaður fyrir náð Jesú Krists og ég er verndaður af blóði hans og hérna og ef að minn tími er kominn til þess að fara heim til Jesú þá fer ég þangað bara og fjölskylda mín, ef að hún lendir í þessu líka þá verðum við bara þar saman til eilífðar. Og hérna það er bara eins og það er og hérna þetta eru mjög alvarlegir hlutir sko. Og hérna og það er allt að fara í kex og rugl og vitleysu sko. Og ég á ekki nema þessi svona almennu ráð en þið sjáið náttúrulega það sem ég er að segja, ekki náttúrulega krítisera ef eitthvað finnst rökin hjá mér ekki halda eitthvað þar. En hérna það segir sig bara sjálft ef að ég er með þarna tímasprengju sem að springur eftir 5
10 sekúndur eða 3 mínútur eða eitthvað, þá hleyp ég ekki með þessa tímasprengju í næsta skóla eða það sem er mikið af fólki. Ég reyni að einangra vandamálið þannig að fleiri njóti ekki tjón eða hljóti ekki tjón af. Og sama er einfaldlega með svona alvarlegan sjúkdóm eins og ebóla sem er eitthvað haldið fram að sé alvarlegur. Svo kemur náttúrulega galdrað bóluefni. Allt í einu kemur eitthvað svona. Og það var náttúrulega þá alltaf markmiðið með þessu og svo náttúrulega selja þær núna alveg gommu að drasli sem tengist þessum atburðum sko. Og einu hlutabréfin sem hafa farið upp undanfarið mánuð á hlutabréfamörkuðum eru hergagnabréf og svona lyfja hlutabréf. Þau fara alltaf upp sko meðan allt annað hrynur bara niður. Og veitir að þetta er orðið svo sjúkt og þetta lið í stjórnkerfinu er orðið svo geðveikt. Þetta er svo sturlað fólk að það er, eins og ég segi, sko, þeir sem eru inni í dæminu, þeir sem hafa farið á Bilderberg-fundi, þeir sem eru, eða Fabian uppfræðslu eða Rand Corporation, ég nú nefnt eitthvað fólk sem hefur farið þarna og í þarna School of Economics, allt þetta lið það er bara 2 tegundir af fólki þarna, það eru þeir sem eru í reglunni, eru semst innvígðir inn í þessar aðgerðir og þetta rugl allt saman og svo hinir sem eru bara notsamir fávitar. Og það sama gildir náttúrulega upp allt stjórnkerfið, þú þarft ekki að láta einhvern gaur sem að er nytsamur fáviti, þú þarft ekki að setja hann inn í plottið eða borga eitthvað, þeir sem að fara inn í plottið fá miklu meira peninga og eitthvað svona goodie og fá að vera með í barnafórnum eða eitthvað svona, fá að vera þetta lið og núna sjáum við það var að koma upp í Bretlandi þetta með að konungsfjölskyldan og elitan þar eru öll á kafi í barnaníði og barnafórnum og drekka blóðubörnum og allir þessi pakki sko. Og ég er búinn að segja ykkur það áður og tala um það. Og þetta lið er allt saman á kafi í þessu. Og nú er allt saman að komast upp sko og þetta fólk er bara eins og bankaræningi sem að ætlaði bara að reyna banka og taka peningana og fara á Barbados eða fara eitthvað bara að chilla. En svo lendir hann í einhverju vandræðum með bara komin í hostile svona gíslatöku ástand og bara búið að umkringja húsið og hann er komin í alltaf aðra stöðu heldur en hann kannski planaði. Og þetta lið allt saman er komið í svipaða aðstöðu. Það er búið að ræna ríkiskassan, það er búið að setja þjóðirnar sínar á hausinn. Það er búið að vera þátttakendur í að bólusetja fólk með alls konar eitri og drulli og viðbjóði. Og þetta fólk, og náttúrulega svo er leyniþjónustan með myndir af öllu þessu fólki í einhverjum barnaníðsveislum eða guð má vita hvað, að þetta fólk er að haga sér eins og bankaræning í gíslatöku máli sko. Að þetta liði er algjörlega búið að tapa glórunni sko. Og við erum að tala um einhverja procedure og þetta er bara rugl sko. Og það þarf enginn að segja manni það að heilbrigð stjórnvöld hagi sér svona. Eins og í Bandaríkjunum getið séð á Infowars, þeir eru búin að fjalla mjög nákvæmlega atburðina í Texas. Og það er svo merkilegt ef þið farið aðeins aftur á umfjöllunina þeirra og já, sjáðu þið, þessi gaur var að vara við ebolafalsflak í september. Þannig að margir búin að spá fyrir þessu. Hérna er spáð. Og ef þið farið aðeins yfir ebóluferilinn hérna hjá Infowars þá sjáið þið að þetta er nákvæmlega sama handriti sem verið er að spila núna í Noregi og Spáni þá og hérna á Vesturlöndum. Þannig að fólk er að vakna. Ég veit að Mr. Alex Jones hætti í útsendingum á meðan þetta var.
Þannig að hann hefur verið, sko, við vitum að þeir sem að geta bjarga mannkyni núna, náttúrulega fólk eins og við í andspyrnuhreyfingunni, og þú ert mjög mikilvægur í þessu ef þú ert að hlusta á mig, sem eru nú reyndar ekkert mjög margir en allavega nokkrir, og endilega dreifið þessu út um allt og til sem flestra, þú veist, búið til einhvern dreifimið og dreifið í póstkassa og segið, ertu búin að sjá Frelsi TV eða vissir þetta eða vissir hitt eða þetta er tíminn til þess að vekja fólk. Sko, þessi viðbjóður þrífst svo vel í myrkrinu þegar enginn veit neitt. Svo bara allt í einu bara komin hertrukkar og bara fólki staplað upp í hertrukkana og bara spyrst aldrei til þess meir. Þannig er þetta gert, sko. Og ebólan er yfirskinn til þess að ná fullnaðarvaldi við þjóðum á mettíma. Allir eru svo hræddir og það er bara sett herlög og allir missa öll sín borgaralegu réttindi á einu bretti. Þannig er þetta gert. Þetta er bara uppskriftin að því að drepa fólk. Svona er það gert. Það er ykkur ótti, allir eru rosa hræddir við ebóla. Þá bara fólki á, taktu öll réttindi mín ef þú passa mig fyrir þessari grílu sem heitir ebóla. Og þá fara þeir af stað og drepa fullt af fólki og svo eftir að bara, já, það voru nú ekki rétti prósítsjörar og þetta voru allt saman mistök. En þeir ætla núna í þessari árás sem er að koma núna, því þeir eru að koma inn á Vesturlöndin eins og við erum búin að spá. En svo áttuðu ykkur á því að ISIS-bylgjan á eftir að koma líka. Þegar ISIS á eftir að sprengja eitthvað í loftupinn á Vesturlöndum eða eitthvað milisja hlaupa eitthvað með vélbyssur og þetta er allt saman að koma hérna til okkar. Og stjórnvöld, þessi Bilderberg stjórnvöld, þær mellur allar, þær eru á kafi í þessu, sko. Þetta er aðgerðin þeirra og þessi aðgerð þeirra snýst gegn okkur. Og bara við séum með það á hreinu, sko. En þeir sem að biðja bænir eins og ég, þið megið biðja fyrir mér og fjölskyldu minni. Ég er náttúrulega í ákveðinni hættu í þessu ástandi. En eins og ég hef sagt áður þá kannski maður gera hreint fyrir sínum dyrum. Ég vil biðja alla þá sem ég hef gert að hluta á að fyrirgefa mér. Ég hef eitthvað stað brugðist og biðja alltaf sérstaklega fyrir syni mínum á Íslandi og þeir sem hafa gert á minn hlut, ég fyrirgefa þeim líka. Ég er þetta búin að gera það fyrir mörgum árum þótt að sárin grói aldrei. Fyrirgefning er nefnilega ákvörðun. Það er ekki bara kemur ekki daginn í póstinum, þetta er eitthvað sem maður þarf að ákveða bara. Og við erum að, sko, ef þið haldið að seinni heimsstyrjöldin hafi verið erfið, þá er þetta 10 sinnum verra sem er að koma núna. Við erum bara, seinni heimsstyrjöldin, númer 3, er bara detti yfir okkur núna. Og þið ættir að sjá alveg gríðarlega mikið af furðulegum hlutum á næstunni. Alveg svakalega mikið af þeim. Og ef að þið sjáið ekki þetta sem ég var að segja að hjúkrunarkona eða læknakona verður veik í Sierra Leone og henni bara skúpað upp í næstu flugvél og flogið með henni til Oslo, veistu, hvað er það? Ætli að segja að það sé eitthvað eðlileg viðbrögð eða eitthvað eðlilegt dæmi. Það er bara sturlun, þetta er hrein sturlun. Og á sama tíma er einhver fugl að segja bara að þetta er engin hætta þessu, þetta smítast nú ekkert svo mikið og þetta er alltaf uppbyttu. En það er bara svona heilu löndin, bara milljónir manna eða þúsundir manna bara dauðir í Afríku. Já, þetta er nú ekki eitt svona hættulegt, sko. Þetta er nú bara svona eins og að fá ryk á flippaðinu á sér, maður bara svona bustar þetta af og þá er þetta búið mál. Nú, af hverju er það allir þessi læti og allt, þeir eru ekki, þessi lygi gengur ekki einu sinni upp innan sín sjálf. Það er það sem þessi fávitar er alltaf að klikka á, þeir eru alltaf að senda 2 skilaboð, þeir eru alltaf í mótsögn sjálfu þessi. Þetta eru bara fávitar. En það er þetta fólk sem er í þessum fréttamannafundum og í þessum panelum, alltaf þetta eru svona nýtsömu fávitum, þeir sem koma andlitið í fjölmiðla. Þeir sem eru raunverulega að stýra þessu, þeir eru forstjórar í NATO eða eru einhverju svona yfirmenn og þeir fara aldrei í fjölmiðla. Ef að
þetta kemst upp og þjóðin reaktar tilbaka, þá vilja þessir sem kontróllera og eru í reglunum, þeir vilja ekkert koma nálægt neinu, sko. Þeir bara, við vissum ekki neitt hérna. Talið við þessa hérna nytsumu fávita sem að voru alltaf eitthvað að tala í fjölmiðlum, þú veist, dílið við þá. Þannig að ég aftur reyndi sannspár, kannski Harmageddon hringi aftur í mig núna, ég veit það ekki. En hérna, þetta er alveg borðleggjandi. Þetta þarf enga meiri vísindarannsóknir. Þetta liðið gjörsamlega búið að snappa. Og það er kominn tími til að fara að vera manneskja og hérna allavega að vera meðvituð og vakandi hvað er í gangi. En takk fyrir komuna og væntanlega megið biðja fyrir mér og fylgjast með mér ef ég stefna að vera með útsendingu hérna á hverju kvöldi út vikuna allavega. Og hérna þannig að við sjáumst þá bara væntanlega á morgun. Takk fyrir og Guð blessi ykkur.